Góði gestir, velkomin á þessa innsetningarathöfn Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur prófessors. Mitt nafn Daði Már Kristófersson og ég forseti félagsvísindasviðs en undir það svið heyrir einmitt félags- og mannvísindadeild og þar með fötlunarfræðin þar sem að Hanna Björg starfar. Ég mun stýra þessari athöfn hérna í dag sem að verður gróflega séð þannig að ég mun núna tala stuttlega og kynna svona hvernig dagskráin verður og örlítið Hönnu Björg. Síðan fær hún frjálsar hendur og ég hefur raunar enga hugmynd hvað hún hyggst fjalla en það hefur verið svona dálítið upp og ofan hvað menn velja að leggja áherslu á og það verður spennandi að hlusta á hennar erindi. Síðan í kjölfarið gefst ykkur tækifæri til þess til umræðina og þáttöku, spyrja Hönnu út úr og að loknum þeim umræðum þá verður boðið upp á veitingar hér upp á annarri hæð í þessari byggingu Odda á kaffistofu félagsvísindasviðs þar sem að í boði verður vatn og brauð í samræmi við aðhaldsaðgerðir háskólans í fjármálum og hugsanlega eitthvað örlítið þar til viðbótar ef að við höfum notið blessunar einhvers hluta vassins hugsanlega. Mér langar þá að byrja þetta á því að lýsa örfáum orðum ferli Hönnu Bjargar en hún lauk BA-prófi í uppeldis- og menntunarfræði frá Háskóla Íslands 1997 og meistaraprófi í sama fagi frá sama skóla 2 árum síðan, 1999. Rannsóknarþjálfun stundaði hún við University of Sheffield í Bretlandi og lauk þaðan þessu rannsóknarþjálfun árið 2000 og doktorsprófi árið 2005. Ferill hennar innan Háskóla Íslands nær aftur til 2004 en þá hóf hún störf sem lektor við það verður að vera í félagsvísindadeild þá sem síðar varð félagsvísindadeild sem síðar varð félags- og mannvísindadeild, dósent 2010 og nú síðast prófessor frá með miðju sumri 2016. Markmið þessar innsetningarathafna í sjálfu sér það að einmitt kynna fyrir bæði vinum og kunningjum sem og kollegunum það sem að fólk að fást við og það að ná þessum árangri og áfanga byggir á langvinnu starfi vísindamanna innan skólans eins og á við í tilfelli Hönnu Bjargar. Fyrst og fremst það á grundvelli rannsóknanna sem að fólk hlýtur eða starfsmenn hljóta þessa nafnbót en líka vanalega eftir farsælt starf í þjónustu við Háskóla Íslands og Hanna Björg þar engin undantekning. Hún starfandi núna sem varadeildarforseti en hefur gegnt fjölmörgum ábyrgðarstöðum bæði innan skólans og utan sem námsbrautar formaður í fötlunarfræði til margra ára, sem stjórnarmaður styrktarsjóða, sem fulltrúi í vísindanefndum, bæði deildar og sviðs, formaður félags fötlunarrannsóknir, fulltrúi í alþjóðlegum netum rannsóknarmanna. Þarna munaði litlu. Það munaði bara svona miklu. Rannsóknarmanna. Stjórnmálaskoðanir Hönnu Bjargar veit ég ekki neitt. Hún hefur hlotið meðal annars hagnýtingaverðlaun Háskóla Íslands og önnur sambærileg fyrir rannsóknarstörf sín en engin fyrir stjórnmálaþátttöku sem ég best veit. Rannsóknir Hönnu Bjargar hafa einkum beinst að fjölskyldum þar sem foreldrar eru seinfærir. Hún hefur skrifað fjölda greina og bókarkafla það efni og raunar fjallaði hennar doktorsritgerð það. Og ritstýrt, tekið þátt í ritstýringu bókabæði hér heima og erlendis. Rannsóknir hennar á þessu sviði hafa notið alþjóðlegrar viðurkenningar sem að
meðal annars endurspeglast í þátttöku hennar í ritstjórn alþjóðlegra bóka seinfæraforeldra og börn þeirra, meðal annars einna sem gefin var út af Wiley Blackwell fyrir nokkrum árum síðan. Ítarlegt yfirlit yfir feril Hönnu Bjargar má sjá í þessu riti sem að hérna því að við væntanlega tryggt ykkur eintaka af. Hanna Björg hefur frá upphafi lagt áherslu á mikilvægi kynferðis í fjölskyldurannsóknum og meðal fyrstu fræðimanna á alþjóðlegum vettvangi til að rýna sérstaklega í aðstæður seinfæra feðra út frá samskiptum þeirra við þjónustukerfið og karlmennsku hugtakið. Í rannsóknum sínum hefur Hanna Björg rýnt í þann stuðning sem fjölskyldundar að fá, bæði formlegan og óformlegan, og lagt áherslu á að skilja hvað einkennir árangursríkan stuðning og hvaða þættir það eru sem ýmist efli foreldrana í foreldrahlutverkinu eða auki við erfiðleika þeirra. Í tengslum við þessa rannsóknar áherslu hefur hún haft mikil tengsl við vettvang. Hanna hefur unnið að því að efla upplýsingu stöðu fatlaðra stúdenta við Háskóla Íslands og eru meðal annars birta niðurstöður frá henni í skýrslunni Fatlað fólk við Háskóla Íslands sem Félagsvísindastofnun vann fyrir ráðum málefni fatlaðs fólks. Undanfarin ár hefur Hanna Björg lagt vaxandi áherslu á að skoða margslungið samband fötlunar og menningar. Vaxandi fræðasvið að ræða bæði hér á landi og erlendis, en í gegnum árin hefur lítil áhersla verið lögð á það innan fræðanna að skoða samspil fötlunar og menningar. Hún meðal annars ritstjóri bókarinnar Fötlun og menning, Íslandssaga í öðru ljósi, sem fjallar hugmyndir manna fötlun, allt frá elstu goðsögum þjóðarinnar og samtímaritum miðalda til bókmennta, myndlistar og menningariðju á okkar dögum, sem geysilega spennandi rannsóknarefni. Ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri og vil bjóða Hönnu Björg að koma hér og fjalla það sem hún helst vil kynna fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Komiði sæl og takk fyrir að vera með mér hérna í dag. Mér þykir alveg óhemji vænt það. Nú eins og Daði sagði, þá nýt ég í dag akademísks frelsis og ég ætla að hérna notfæra mér það. Sagan sem ég ætla að segja ykkur, hún markast af því hver ég og hvernig ég varð sú sem að ég En ég svo langt í frá að vera fullmótuð, svo ég ákvað að tala manneskju í mótun. Ég kenni aðferðafræði, eiginlega rannsóknaraðferðir, og rannsóknirnar mínar hafa frá upphafi verið inn á því sviði og það hefur mótað mig. Og í dag langar mig til þess að nýta mér þetta akademíska frelsi til þess að segja ykkur sögu. Söguna leiðina hingað. Og þeir röð atburða sem hafa mótað mig sem mannesku og rannsakanda og borið mig þangað sem ég í dag. Sagan hefst þegar ég 10 ára gömul og henni lýkur 44 árum seinna. Í sögunni ætla ég að fjalla það sem ég hef lært og það sem hefur haft mest áhrif á mig, bæði sem mannesku en einnig fræðikonu. Nú leiðin hingað. Því ég var lítil, þá dreymdi mig aldrei það að verða prófessor. Ég vissi ekki einu sinni hvað það var. Ég átti mig bara einn framtíðardraum og hann var að verða mamma. Og ég dreymdi að verða mamma, vera heima hjá börnunum mínum, gefa þeim heitt kakó og kringlu í kaffitímanum. Draumurinn rættist, aðeins 22 ára gömul, átti ég þessar 2 dætur og hafði verið gift kona í 3 ár. Ég var heima, saumaði og prjónaði, tók slátur, bjó til kæfu, stundaði sultugerð og hafði heitan mat í hádeginu og kvöldin. Og í kaffitímanum fengu þær auðvitað heitt kakó og kringlu. En þetta var líka löngu fyrir tíma glútenslaust og sykurlaust og miklu frekar merki það að maður gerði vel heldur en það að maður gerði illa. Ég naut móðurhlutverksins og ég lagði metnað minn í að sinna dæturum mínum vel, en dæturnar uxu
Og með þörf sem sagt mín og með því að þær uxu þá óx þörf mín fyrir það að hafa fleiri hlutverk í lífinu. Ég byrjaði á því að læra blómaskreitingar og kökuskreitingar og ég vann hálfan daginn í blómabúð en hinn helmingin hellti ég upp á kaffi. Endalaust kaffi. Og hvort sem þið trúið eða ekki, að þá var það þreyta á kaffi upp á hellingum sem var til þess að ég sótti nám við Háskóla Íslands. Það hafði aldrei hvarflað að mér að ég ætti eftir að fara í Háskóla Íslands, þessa æðstu menntastofnun landsins. Og ég hefði líklega aldrei sótt ef aðrir skólar hefðu tekið við nýjum nemendum jól eða áramót. Það hljómar mótsagnakent að segja að ég hafi alist upp við mikinn stöðuleika en samt verið í 6 skólum og 7 bekkjarheildum á aldrinum 10 til 15 ára, en hvoru tveggja satt. Þegar ég var 10 ára þá var ég flutt á milli bekkja í sama skóla. 11 ára sótti ég skóla í öðru bæjarfélagi því við höfðum keypt íbúð á teikniborðinu og afhendingin dróst ár. Þegar við fluttum var ekki búið að byggja skólan. Svo 12 og 13 ára sótti ég skóla í annað hverfi. Og 13 ára hafði ég mist allan áhuga á námi. Ég var komin með svo mikinn leið á skóla og eina sem skipti mig máli voru félagstengslin, vinirnir, að vera með vinum mínum. Og það vildu svo til að fyrstu vinir mín á nýjum stað voru ári eldri en ég og bjuggu í öðru hverfi. Skólinn var tvískiptur eins og tíðkaðist í þá daga og vinir mínir voru í skólanum fyrir hádegi en ég eftir hádegi. Á þessu fann ég bara eina lausn. Ég hætti að mæta. Og ég komst upp með það í heilan vetur. Það er ekki fyrir ná vormánuðum sem að skrifstofa skólans ringir í mömmu. Nei, hringdi aldrei. Nú, hún hringdi aldrei. Það var ekki fyrir en vorið að mamma sem sagt komst að þessu. Og næsta vetur var ég send í heimavist vestur og Firði. Ég var orðin unglingavandamál, vandraða unglingur að sunnan. Það átti ekki vel við mig. Og í febrúar fékk ég að koma heim og hefja nám í hverfiskólanum mínum sem núna loksins var búið að byggja. En skólinn var ekki sérlega spenntur að taka við mér. En mamma mín, sem aldrei gafst upp, hún kom mér inn í skólan miðjan vetur með aðstoð fræðslustjóra Reykjavíkur og lögum skólaskyldu. Ég var í hverfiskólanum mínum í rúmt ár, ég mætti í flesta tíma, eignaðist vini, tók þátt í skólaleikritum, lék garúni í djáknanum í Myrká, á móti þeim Þór Eldon og Sjón sem þá voru bekkjarfélagar mínir og ég teiknaði skopmyndir af kennurunum sem skreyttu sali skólans á árshátíðinni. En áhuginn á námi, hann ógst ekki. Og líklega hefði minni skólagöngu verið lokið eftir skylduna ef ekki hefði verið fyrir mömmu. Hún tók að mér loforð að klára stúdentspróf, en í staðinn lofaði hún mér að því loknu myndi hún aldrei framar skipta sér á nokkru sem ég gerði. Og mér fannst þetta bara nokkuð góð býti. Ég fór í Fjölbrautaskólann í Breiðholti á listasvið og þar óx áhuginn á námi aftur, í gegnum listasögu Fjölva og íslensku tíma hjá Gunnari Dal. Mikið var ég stolt af sjálfri mér þegar ég fékk einkunnarspjaldi í hendurnar í lok fyrsta misseris. Það var ekki bara það að einkunnar hefði hækkað, heldur fékk ég auka einingu vegna góðrar mætingar. Ég syngjandi glöð gerði ég mér ferð í gamla skólan minn til að sýna fyrrum kennurum mínu vitnisburðin. Mér væri ekki alls varnað. En viðbrögðin voru, þetta nú fínt Anna mín, en þú ættir ekki að leggja langskólanám fyrir þig. Og þrátt fyrir góðan vitnisburð og gleðina og stoltið yfir eigin árangri, þá efaðist ég ekki eitt andartak að þetta væri rétt. Og líklega hefði ég aldrei farið í háskólanám ef ég hefði bara ekki verið svona þreytt á að hella upp á kaffi. Ég eignaðist dætur mínar ung og á sama tíma og þær uxu úr grasi og þurftu minna á mér að halda, voru flestar af jafnöldrum mínar, ýmist barnshafandi eða með lítil börn. Eins yndislegt og það var, þá fann ég að ég var komin í þrot. Eitthvað þurfti að breytast og eina lausnin sem ég fann út úr þessum aðstæðum, öfugt við lausnina að hætta mæti í skóla, var lausnin að hefja nám í skóla. Ég var 28 ára þegar ég steig minn fyrstu skref inn í Háskóla Íslands. Ég var óörugg með sjálfa mig í þessu nýja umhverfi
og óviss hvort ég ætti þangað nokkuð erindi. Eftir að hafa lesið kennsluskrá Háskóla Íslands spjalda á milli varð uppeldis- og menntunarfræði fyrir valinu. Það heillaði mig hversu fjölbreytt námið var og tengdist mörgum fræðigreinum. Ég skráði mig nú samt bara í eitt fag, svona til vonar og varar, trúin og eigin getu var ekki meira en það. Og ég var ekkert viss að dvölin mín við háskólan yrði lengri en sem næmi þessu eina misseri, en vorið var ekki aftur snúið, námið átti hug minn allan og ég naut þess að læra veröldina í kringum mig á nýjan hátt. Í miðju námi varð ég fyrir þeim undarlegu forréttindum að ég veiktist alvarlega og lá lengi á spítala. 2 vikna skeið var tvísýnt framhaldið og hlutverkið sem var mér kærast, móðurhlutverkið. Áleitnar spurningar forgangsröðin í lífinu leitað á hugan og í þessum hugleiðingum fann ég hversu vænt mér þótti námið mitt og þó svo að ég gæti aldrei lokið því, þá hafði það auðgað mig sem manneskju og gefið mér reynslu sem ég hefði aldrei viljað fara á mis við. En ég var lánsöm. Ég náði heilsu og ári síðar var ég mætt hingað aftur. Á þessum tíma hafði ég engar væntingar að fara í framhaldsnám og þó að vinkona mín, hún Lena, hafi sagt frá því bara 1990 held ég, þú átt eftir að verða prófessor, þá skildi ég það aldrei öðruvísi heldur en merki það hversu bara utan með mig og við utan ég oft er. Á næstu árum sköruðust hlutverk mín sem háskólanema og háskólakennara og runnu í raun saman í eitt. Á sumrin starfaði ég sem aðstoðarmaður Rannveigar Traustadóttur við rannsóknir og á veturnar kenndi ég vinnulag og sá umræðutíma í aðferðafræði. Í meistaranámi mínu fékk ég tækifæri til þess að stunda nám við háskólan í Sheffield sem Erasmus-skiptinemi í 1 misseri og þar bauðst mér að koma í doktorsnám. Ég hafði aldrei fram að því íhugað doktorsnám, en ég lét slag standa og á síðasta árinu mínu í doktorsnáminu að þá var stofnuð ný námsbraut hér í fötlunarfræði og ég var ráðin sem fyrsti lektorinn. Rannsóknirnar mínar, svona eins og Daði sagði, þá hefur mitt megin rannsóknarsvið, eiginlega frá upphafi, snúið að fjölskyldum, þar sem foreldrar eru seinfærir. Ég set hér myndir af 2 bókakápum, önnur íslensk bók sem við Rannveig unnum og heitir Ósýnilega fjölskyldur og hinn alþjóðlega ritrinda bókin sem Daði myndist á. Bókakápuna á íslensku bókinni þykir mér óendanlega vænt en faðir minn, Sigurjón Jóhannsson, málaði þessa mynd og hún gerir bókina en þá verðmætari heldur en ella. Nú, það var með rannsóknarsviðið eins og svo margt annað í lífi mínu að það var tilviljun sem réð því að ég fór inn á þetta svið. Í gegnum BA-námið mitt sem tók 7 ár vegna aðstæðna hafði ég skráð mig í námskeið fötlun ár eftir ár. En það var alltaf lagt af, það var alltaf fellt niður vegna þátttökuleysis eða kennaraleysis. En loksins þegar það var kennt var það á sama tíma og skyldunámskeið, svo valinu fylgdi frestun útskriftar. Ekki óraði mig fyrir því hversu þýðingamikil þessi ákvörðun mín átti eftir að verða eða hver kennarinn, ungur rauðhærður stundakennarinn nýkominn úr námi frá Ameríku, Rannveig Traustadóttir, átti eftir að hafa á mig og aðstæðum mínar. Í námskeiðinu sem bara heitið Menntun þroskaheftra áttum við að vinna lítið verkefni sem fólst í því að taka viðtal við manneskju með þroskahömlun, með það að marki að læra af reynslu hennar. Ég valdi að tala við unga konu sem hafði ferðast heiminn og tekið þátt í alþjóðlegu starfi. Mér langaði til að tala við henni leiðtogahlutverkið, en hún hafði engan áhuga á því umræðuefni. Hún var í sárum og það sem skipti hana máli var að hún hafði nýlega orðið ófrísk en verið þvinguð til að fara í fóstureyðingu og það var þrýst á hana að fara í ófrjósemisaðgerð. Ég heyrði hvað konan sagði en ég meðtók það ekki og ég fylgdi því ekki eftir og það var ekki fyrr en ég var komin heim og var að afrita viðtalið sem ég áttaði mig almennilega á því sem konan hafði verið að segja og heyrði sársaukan í rödd hennar og skildi merkingu frásögunar. Þetta varð mér efni mikillar sjálfsígrundunar og ég áttaði mig á því að það hafði aldrei hvarflað að mér að konur skilgreindar eða stimplaðar með þroskahömlun gætu haft sömu langanir og þrár og aðrar konur
sömu drauma og ég. Ég átti eftir að kynnast þessari konu miklu betur og hún svo sannkölluð guðmóðir rannsókna minna, því að þessi reynsla var til þess að vekja með mig nýja spurningar. Á þessum tíma var oft talað kjarnafjölskylduna, við heyrum það nú varla lengur. Og ég þekkti ýmsar fjölskyldugerðir. Ég þekkti fjölskyldugerðir einstæðra foreldra, aldraðra foreldra, fósturforeldra, stjúpforeldra og blandara fjölskyldna, en fjölskyldur þar sem foreldra voru fatlaðir var mér framandi og vakti hjá mér reynslu til þess að vita meira og læra af reynslu þeirra. Næsta haust tók ég námskeiði eigindlega rannsóknaraðferðir 1 sem þá var nýbyrjað að kenna við Háskóla Íslands og það var kennt af sama kennara áður, Rannveigu Traustadóttur. Þar fékk ég tækifæri til að vinna mína fyrstu eigindlegu rannsókn. Konan, sem ég nefndi guðmóð rannsóknana minna, kom mér í tengslu vinkonu sína sem var einsta móðir með 3 börn. Í framhaldi af því talaði ég við konuna í síma og við ákváðum að viðtalið færi fram heima hjá henni. Þegar ég kom til hennar voru öll börnin 3 sem þó hefði átt að vera á leikskólanum heima. Það var kveikt á sjónvarpinu, mamma hennar var líka á staðnum og pabbi hennar. Bróðir hennar, konan hans, 8 ára sonur þeirra og fullorðin nágrannakona sem hafði litið inn í kaffi. Allir voru í sameiginlegu rými og því ég spurði móðurina hvort hún vildi ekki að við færum afsíðist fyrir viðtalið, þá svo nei, mér finnst það fínt. Þannig að viðtalið fór fram við þessar aðstæður og ekki bara 1 því eiginlegum í þá daga þurftum við að taka 5 viðtöl. 4 sinnum fór ég til þessara konu og alltaf var íbúðin full af fólki, sjónvarpið á fullu blasti og viðtölin voru skelfileg. Spurningarna mína voru stuttar en þær virkuðu langar miðað við svör konunar. Af því bara, fínt. Ég vil það, geti ímyndað ykkur. Við erum að afla þekkingar. Það var alveg skelfilegt, mér leið skelfilega. Ég og eiginlega rannsóknaraðferðir áttum greinilega enga samleið. Ég hélt samt áfram og ég afritaði hvert viðtal samviskusamlega. 3 sinnum á þessu tímabili dreymdi mér Rannveigu. Og í hverjum draum hafði rauða hárið hennar styst. Og var orðið ansi stutt í loki, þannig að þið geti ímyndað ykkur andlegu áhrifin sem þetta hafði. Nú ég enda á því að tala við hana og hún sagði, já Hanna mín, það alveg rétt, þetta alveg hundómöguleg viðtöl. En hún sagði við mig, hún lagði til að ég myndi bjóða móðurinni að semst í næsta viðtali gæti hún valið manneskju til þess að vera með sér, eitthvað sem hún þekkti og treysti. Og ég bauð móðurinni það. Hún tók því fel og þegar ég kom næst var eins og allt hafði fallið í ljúfa löð. Hún var ein heima ásamt móður sinni, það var slökkt á sjónvarpinu, börnin voru á leikskólanum, pabbinn í vinnunni og engir gestir. Næstu mínúturnar snerust hlutverk okkar við. Þær spurðu spurningana og ég svaraði. Þegar þær höfðu spurt næju sína, ákváðu þær að treysta mér og með traustinu opnaðist flóðgátt upplýsinga. Þær sögðu mér sögu fjölskyldunar og þær sögðu mér á ótta sínum að börnin yrðu tekin af þeim. Og það rann upp fyrir mér að erfiðu aðstæðurnar sem ég hafði upplifað sem rannsakandi var í raun aðferð fjölskyldunar sem hafði flykt sér saman eins og skjaldborg í kringum sem slys að verja og vernda meðlimi sína gegn ógn sem var þeim mjög raunveruleg. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og ég hef kynnst og tekið viðtöl við fjölmargar mæður, feður, börn, aðstandendur, fagfólk, stuðningsaðila. Og margar sem sagt á þessu rannsóknum ég hef ýmist unnið þessar rannsóknir ein eða í samvinnu við aðra og ég vona enginn verði sár þó ég nefni ekki sem sagt mörg nöfn, ég ætlaði að gera það en það eru svo mörg nöfn í lífi mínu að þá yrði sagan ekki lengur mig, heldur aðra, svo ég bið ykkur að móðgast ekki. En semst af mæðrunum sem ég talaði við að þá spannaði þetta mjög vítt tímabil, enda þetta mörg ár, þetta 1994 sem ég talaði við fyrstu móðurina. Elstu mæðurnar sem ég hef talað við áttu börn 1950, yngstu mæðurnar áttu börn á þessu ári. Þannig að saman kemur semst mjög breið reynsla fjölskyldna sem verða til á mismunandi tíma í samfélaginu okkar þegar að mismunandi stuðningur í gildi. Nú, ég hef haldið sambandi við flestar fjölskyldnana og marga tel ég til góðra vini minna. Ég hef séð börn vaxa á grasi og ég hef séð foreldra verða af og ömmur.
Sumir foreldrana og flestir af þeim sem hafa tekið þátt hjá mér hafa sem betur fyrir náð að halda fjölskyldunum sínum saman en á meðan aðrar hafa verið svipta forsjá barna sinna. Í tengslum við það var til hópur seinfæra foreldra sem var stofnaður 2004 og hittist ennþá mánaðarlega yfir vetratíman. Nú, þegar við framkvæmum rannsóknir þá er það af því að við viljum læra og ég hef lært í gegnum rannsóknir mína með seinfærum foreldrum og fjölskyldum þeirra. Ég hef lært af því að þau hafa verið reiðubúin til þess að miðla upplýsingum með mér og deila lífi sínu og aðstæðum. Og þessi reynsla hefur gert það að verkum að ég er alveg sannfærð það að það er ekkert til sem heitir slæmur viðmælandi. Ef að illa gengur í viðtölum, þá er komið tími á ígrundun. Þá skulum við skoða okkur sjálf og nálgunina okkar, hugmyndirnar okkar og læra. Ég trúi á ígrundun og ég trúi á að allar upplýsingar eru algjörlega merkingarlausar ef þær eru ekki settar í samhengi. Samhengi skiptir öllu. Ég hef lært að fötlun er svo miklu meir en líffræðilegt ástand. Fötlun er hlaðin merkingu og merkingu sem gerir það að verkum að margir setja sama sem merkja á milli þess og vanhæfni, en það er svo sannarlega ekki raunin. Ég hef lært hvernig góður stuðningur getur gert gæfumuninn, en ég hef líka lært hvernig stuðningur, jafnvel þó hann sé veittur á góðum hug, getur aukið og erfiðleika fjölskyldna og skapa vanlíðan. Ég hef lært hversu það er erfitt fyrir foreldra og börn þeirra og jafnvel aðstandendur að að láta raddir sínar hljóma, að það sé hlustað á það og að það sé tekið mark á því. Ég hef lært stigmað, fötlunarstimpilinn og hvernig hann hefur áhrif á hvernig fólk er séð, skilið og brugðist við og ég hef lært hvað það er óravegur á milli þess sem við vitum og þess sem við höldum að við vitum. Með hverri nýrri fjölskyldu sem ég kynnst læri ég eitthvað nýtt, en oftast vekur sú þekking upp fleiri spurningar heldur en svör. Nýjasta rannsóknarverkefni mitt á þessu sviði er unnið með James Rice og fleirum kollegum og nemendum og það snýr að því að skoða dómsurskurði í forsjársviptingamálum með það að marki að skilja hvaða hlutverk, fötlun eða skerðing spilar í slíkum málum. Þessi rannsókn er sérlega mikilvæg með það í huga að sem þjóð höfum við fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og honum er meðal annars ætlað að tryggja fötluðu fólki lagalega vernd gegn mismunun á grundvelli fötlunar og að gera allar ráðstafanir til að vinna gegn vanþekkingu og staðalímyndum. Sem fyrsti lektor í nýstofnaðri deild fötlunarfræðinni hef ég notið þeirra forréttinda að fá að taka þátt í því að þróa nám í fötlunarfræði frá grunni. Það námskeið sem er meira mitt barn en önnur er námskeiði fötlun í menningu samtímans, sem mætti líklega miklu frekar að heita fötlun og menning því að við förum svo langt aftur í tíman, alla leið til Forngrikkja. En þetta námskeið hefur gefið mér tækifæri til að þróa nýtt rannsóknarsvið og tengjast fræðafólki af öðrum sviðum háskólans á nýjan hátt og má þar nefna miðaldafræði, sagnfræði, bókmenntir, trúarbragðafræði og svo margt annað. Nú, bókin Fötlun og menning, Íslandssagan í öðru ljósi er fyrsti afrakstur þeirrar samvinnu, en í henni koma margir fræðimenn saman og þetta er alveg gríðarlega skemmtileg bók, ég hveti ykkur öll þess að lesa, en hún er upphafið að umræðu fötlun, þar sem fötlun er skoðuð sem hluti af menningu og sem mótuð af henni. Þverfræðilegt samstarf er gríðarlega mikilvægt því að það gefur okkur möguleika á að afla nýrrar þekkingar líf og aðstæður fatlaðs fólks á fyrri tímum. Í bígerð er stórt rannsóknarverkefni sem hefur fengið nafnið Disability Before Disability eða fötlun fyrir fötlun. Þetta rannsóknarverkefni mun spanna 1000 ár. Það mun spanna tíman frá landnámi til 1936 þegar fyrstu lög sem að vörðuðu málefni fatlaðs fólks voru sett. Með mér í liði er fólk úr sagnfræði, fornleifafræði, miðaldafræði, safnafræði, þjóðfræði, fötlunarfræði, svo mörg upplýsingafræði. Og þetta er gríðarlega spennandi verkefni sem að ég virkilega hlakka til þess að vinna og ég vona að rannsóknarsjóður verði jafn hrifinn af umsókninni okkar. Og ég en í þessu erum við ekki bara að skoða það hvernig samfélagið hefur tekið á móti fötluðu fólki.
heldur áherslan ekki síður á það hvaða áhrif fatlað fólk hefur haft á samfélag sitt. Og það ekki lítið, en einhverja hluta vegna að þá horfum við ekki á það, við gleymum því. Vissu þið að Guðmundur Góði var fatlaður? Sagan okkar merkileg þegar við förum að skoða hana. En þetta svo mikilvægt vegna þess að saga fatlaðs fólks hefur verið meira og minna ósýnileg í menningu okkar og sögu. Og þegar og ef rannsóknir beinast að fötluðu fólki sterk hefð fyrir því að gera það út frá skilningi á fötlun sem fráviks eða félagslegs vandamáls. En með því að beina sjónarhornum fötlunarfræða sem leggur áherslu á samspil einstaklings og umhverfis og þátt menningar og samfélags í að skapa fötlun, fást upplýsingar sem ekki aðeins mikilvægar fötlunarfræðum heldur öllum þeim fræðagreinum sem koma. Í gegnum námskeiðið Fötlun í menningu samtímans fór ég að skoða mitt gamla áhugasvið, listasöguna, upp á nýtt. Þar eru listamenn flokkar eftir tímabilum og stefnum, landsvæðum, en þegar við greinum sömu upplýsingar út frá skerðingu eða fötlun verður til ný þekking sem sýnir okkur hvernig fötlun hefur verið uppspretta sköpunar og nýrra aðferða. Listformið líka gríðarlega áhrifamikið pólitískt tæki til að afhjúpa fáránleika og hafa áhrif. Við höfum lagt svo mikla áherslu á að laga fatlað fólk að samfélaginu en við höfum lagt litla áherslu á að laga samfélagið að þörfum fólks með mismunandi getu. Og þegar við gerum það, verður útkoman oft klúðursleg. Stofan okkar hér í dag dæmi stað sem ekki aðgengilegur. Oddi byggingin sem ég þykir svo langt vænt með rampa, en ramparnir eru svo brattir að það kemst eiginlega enginn upp sem notar hjólastól nema með hjálp. En við sem getum gengið, við bíðum frekar eftir því að rampurinn losni heldur en að ganga tröppurnar. Það að skilningur ná ekki alla leið svo algengt líka í miklu nýrri byggingum. Hér hún Kolbrún Dögg, hún á kafla með mér í bókinni Fötlun og menning og hún fötlunarlistakona og uppistandari. Hún leyfði mér að nota þessa mynd af sér. Myndin tekin í Hörpu sem þá var nýbyggð, hún inn á snyrtingunni sem merkt með alþjóðlegu merki, fatlaðs fólks jólastólamerkinu, en þegar inn komið þá sjáu þið að það ekki séns fyrir hana að sjá sig í speglinum. Þannig að hún notaði andófið og skrifaði, var með gjörning sem þið lesið í bókinni minni. En sem sagt það að með skilningin okkar, það svo merkilegt, vissu þið að fjarstýringin var hönnuð með þá í huga sem ekki geta gengið. Textaboð voru hönnuð sem sagt fyrir þá sem ekki heyra. Og kartöfluflysjarinn, vissu þið að hann var hannaður fyrir fólk með gigt. Við njótum þess alls. En af hverju svona algengt að við hugsum aðgengi eftir á? Þetta nú ein klúðurlegasta mynd, sjáðu bílastæði fyrir utan Tryggingastofnun. Hvernig getur þetta gerst? Hvernig á bílstjórinn að komast út? Það mjög merkilegt, en vitið að bara allt sem sagt kerfi okkar sem við búum í, líka bara flokkunarkerfi, einhvern veginn veit ekki hvar á að staðsetja flokkun. Nei, staðsetja fötlun. Nú sagði ég næstu í franskona nei. Hér sjáið þið hvar bækurnar okkar í fötlunarfræði voru staðsettar. Þar voru staðsettar í rekka sem hét félagsleg þjónusta, vandamál, afbrotafræði. Okkur finnst við ekki eiga heima þar. Fötlunarfræði eitthvað svo allt annað. En hvað svo? Það eru mér mikil forréttindi að fá að staldra við og gleðjast, lítum öxl og fram á veg. Og það hefur ótrúlega margt breyst síðan ég sté minn fyrstu skref hér fyrir aldarfjórðungi síðan. Ég hef þroskast, ég hef breyst, ég hef lært. Ég hef líka fengið ný hlutverk í lífinu. Ég ekki lengur nemandi, ég orðin virðulegur prófessor og dætur mínar eru sjálfar orðnar mæður
og hafa stofnað sínar eigin fjölskyldur. Ég á líka yndislegan mann. Manninn minn fann ég á fjöllum og hann það sem við köllum orginal. Hann á líka uppkomin börn sem hafa stofnað sínar fjölskyldur og saman eigum við 7 barnabörn og það elsta 7 ára. Ég nýt líka þeirra forréttinda eiga gríðarlega góða fjölskyldu og vini og frábært samstagsfólk. Mér langaði til þess að nefna alla með nafni og sína myndir af öllum, en þá þyrftum við svo miklu, miklu lengri tíma. En mannauðurinn held ég að skipti mestu máli og ég væri ekkert án annarra. Ég hef fengið tækifæri vegna þess að ég út af mörgu. Ég mótun alltaf því samfélagi sem ég ólst upp í. Þeim aðstöðum voru þá, en líka þeim stuðningi og þeim skilningi sem ég hef fengið og þeim tækifærum sem ég hef fengið. En ég hef líka unnið mikið. Ég ætla ekki að segja að ég hef fengið þetta gefins. En háskólinn mér gríðar mikil virði og ég veit ekki hvað bíður minni í framtíðinni. En ég afar þakklát fyrir að fá vera hluti af Háskóla Íslands og ég afar þakklát fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið til þess að skapa sjálfa mig, bæði sem einstakling og fræðakonu. Síðasti aldarfjórðungur hefur verið ferli uppgötvana og það svo langt frá því að ég sé fullsköpuð, hvorki sem einstaklingun ég fræðakona. En ég í mótun og sem manneskja nýti þeirra forréttinda að búa við akademískt frelsi. Þegar ég var að skrifa erindið mitt, þá fór ég inn á Facebook. Þar var Facebook-leikur og ég smellti á hvar verður þú 2017. Ég segi bara húrra fyrir rannsóknaraðferðum Facebook. En sagan sem ég hef sagt ykkur í dag, hún mótast af því hver ég hún mótast af því að ég hef verið nátengd eiginlegum rannsóknaraðferðum og í eiginlegum rannsóknaraðferðum það merkingin sem að skiptir máli og hvernig við túlkum reynsluna okkar. Það hefur margt mótað mig og gert mig að því sem ég Listrænn áhugi minn kemur án efa frá föður mínum. Við ólumst ekki upp saman, hann listamaður og bjó í öðru landi, en í gegnum hann eignaðist ég systur mína Guðrúnu og konuna hans Ólöfu og soninn Antoni og ég á líka bróður Andra sem hefur verið eins og klettu við hliðina á mér. Mamma náttúrulega ótrúleg. Hún hefur staðið við þetta. Hún hefur aldrei skipt sér af mér. En þegar ég sagði við hana, mamma, þetta bara svona 2-3 vikur í viðbót, þá verður álagið búið. Á hallaði hún sér fram, leit í augun á mér og sagði, Hanna mín, trúir þessu virkilega? En hún reyndi ekki að breyta. Dætur mínar, Arna og Elva og mennirnir þeirra, Ásgeir og Baldvin, Danni. Og Guðfinna hún hér? Nei. Bara, ég væri ekkert án, maður má vera væmin á svona stundum. Ef maður má eitthvað tíman vera væmin, þá það á svona stundu. Og ég ætla bara að enda þetta með því að segja takk fyrir mig.